Komið í sæl og velkomin í Kaldapóttinn þessa vikuna. Gestur minn í dag, Þorvaldur Gylfason. Velkomin. Takk fyrir. Gaman að sjá þig. Gaman að koma hingað í Grímsnesi. Vertu velkomin. En það er hefð fyrir því að skála Aklagoskir var svo góð að gefa okkur Jesúlaði til að hafa í mynd. Já, þetta er aldrei séð. Við skálum í það. Skemmtilega. Það er mikið atriði að taka Jesú borð, segja þér. Þú segir nokkuð, já. Þetta er aldrei séð eða bara skemmtilegt. Nei, þetta sést, ég veit ekki hvað þú voru að gefa mig þetta, en ég betlaði þetta út, sko. Mér fannst nafnið svo flott, Jesúlaði. Hvað er hægt að klikka ef eitthvað heitir Jesúlaði? Er þetta til á börum í sveitinni? Ég veit ekki, en ég held að þetta sé páskadrykkur hérna. Já. En við ætlum að fara í tímavélina. Okay. Það er 18. júlí 1951 fæddist drengur. Þorvaldur Gylfason. Skýrður. Já. Pappiðinn, Gylfið Þ, ef ég er að mynda rétt. Já. Og hvar gerðist þessi stóru tíðindi? Ég fæddist í húsi sem stendur enn og er við Aragötu, númer 11 í prófessorabústöðunum í Vesturbæ Reykjavíkur. Og húsið var þá nýbyggt og húsin í kring. Og þetta var úthverfi í Reykjavík. Úthverfi? Mamma og pabbi höfðu áður átt heima í Garðastræti 13a, í lítilli íbúð þar. Og sofið á rúmi sem var á breidd á við helmingin af þessari borðplötu hér. Og eftir 13 ára búskap þar, 9 ára búskap þar, að þá fluttu þau í þessa prófessorabústaði nýbyggð lítil innbýlishús rétt fyrir vestan háskólann. Og þarna byggu prófessorar háskólans margir. Já. Og það var ein göturöð, bara fáein hús, frá 1 og upp í 15, bara 8 törur, 1 þrjú 5, 7, í Aragötu og annar eins í Oddagötu. Og margir af gömlu kollunum sem núna allir komnir undir græna torfu voru þarna. Voru þetta allt prófessorar? Já. Það sést allt háskólatengt? Þess vegna hét þetta prófessorabústaðirnir. En sko sjarminn við að alast þarna upp var nú eiginlega ekki bundin við prófessorana og fjölskyldur þeirra með fullri virðingu fyrir þeim, heldur við Grímsstaðaholtið. Grímsstaðaholt? Já, Grímsstaðaholtið var lítið holt í Vesturbæ Reykjavíkur, þar sem stóðu gömul hús og þar sem bjuggu svona siggrónir sjómenn og ég man eftir trúboða með lúður uppi á bílpækjunni hjá sér. Og hann var alþýðu fólk sko og það var með búskap, hann voru kindur og hænsn. Og þangað var maður sendur að sækja mjólkina á brúsa sko. Og það var svo lítið hættuspil að fara hann upp að sækja mjólkina. Fyrir á miðju Grímsstaðaholtinu var hús sem hét Grimsby. Grimsby? Já, í höfuðið á sko samnefndri borg á Bretlandi. Og þar bjuggu strákar sem höfðu yndi af því sko að lúskra á þessum væsklum sem komu að sækja mjólkina úr prófessorabústaðnum. Þannig að þetta var eiginlega háspenna lífshætta æsku minnar. Mér stóð svo lítil hætta að Vilmundi bróður mínum sem var 3 árum eldri en ég, sko, hann átti það til að berja mig svo fisk eftir endurleikum, sko. En það var allt í góðu lagi, sko. En ég var miklu hræddari við strákana í Grimsby. Þeir báru ættarnafni Skarfjörð sumir af þeim og hinir yngstu eru nú enn á lífi, held ég. En þegar ég rifjaði þetta upp, þá hefði ég átt að vera miklu hræddari við Vimma, því að þeir börðu mig aldrei, þeir náðu aldrei til mín, þetta voru bara svona ógnvænlegir á að líta, sko. Já, og þarna var... Þannig lögðu aldrei hendur á því? Nei, og þarna var til dæmis innarlega bara torfbær, þar sem núna er fjölbýlishús við Dunhaga, og bara 5 minútna gangur fyrir lítinn strák að fara þangað að sækja eggin. Og þar bjuggu hjón sem Cecilia og Jósep hétu. Og þau áttu son, einan barn ef mann rétt, sem Sölvi hét og var reyndar síðar þjálfari í Þrótti
við hliðina á Dóra fisksala, þeim fræga manni sem var þjálfari minn í Þrótti, kannski meira það á eftir, nema mamma rifjaði stundum upp söguna því þegar ég kom einhvern tímann til Sesselíu og Jósefs að sækja ekkinn. Og dyrnar standa opnar, hálfa gátt, og ég fer inn og þá segir Sesselía veikum rómi sko af fleti sínu sko, Þorvaldur minn, ekkin eru þarna í pokanum á borðinu, taktu þau og legðu bara greiðsluna þarna í skálina við hliðina á eggjapokanum, því ég nefnilega bundin við rúmið. Og ég fer heim með ekkin, hljóp eins og fætur tóguðu, en misti þó ekki í gegnum greiðsli sko, og misti þó ekki eggjapokan. Og segi við mömmu þegar ég kem heim og búin að skila eggjunum, mikill helvítis djöfulsins bölvaður fattur að Jósef, heldur hann hafi ekki bundið hana Sesselíu við rúmið. Já, ok. Því hún var bundin við rúmið. Já, en svo annar staðar á holdinu, að þar bjó Dóri fisksali, sem Einar Kárason gerði nú frægan í djöfla myndum sínum og hefur verið leikinn af úrvalsleikurum á leiksviði og leiksviðum og er eiginlega þjóðþekktur maður. Og hann var giftur Jósefínu Nautól sem kölluð var og það var í fólki kringum þau sem eru þjóðkunnar persónur sko af skáldskap Einars og frásögnum hans heimildamanns af holdinu. Og nema Dóri var þjálfari í Þrótti sko, hann var svona halvur eldri en ég og sko Vesturbæjar æsku minna var þetta vettvangur KR-inga sko, en sumpart út af Grímsstaðaholtinu og fátækafólkinu það, verkamönnum og sjómönnum og þess að sem ég fann strax einhvern veginn að ég ætti samleið með og dró mig eitthvað að þeim. Og þannig gerist það að ég verð Þróttari en ekki KR-ingu fyrir löngu síðar. Er það ekki landráð í Vesturbænum að fara þessa leið? Já, ég var sko, því að Þróttur nefnilega flutti svo set og fór inn í einhvern fjarlægt útkverfi sem ég kann ekki svona nefna og þá var KR eftir sem eina félagið sko. Og ég man að sko Ólafur Thors hringdi stundum oft í pabba og mótmanna og forsætisráðherrann, formaður Sjálfstæðisflokksins. Og þegar við strákarnir komum í símann, þá lá hann ekkert á sko að losna við okkur í símanum. Hann vildi gjarnan tala við okkur sko. Og ég man að honum líkaði það ekki vel þegar hann heyrði það að ég var ekki KR-ingur heldur Þróttari sko. Allt sett í kassa. En pabbiðinn, hann Gylfi Þótt, var hann kominn í þingmennsku þá? Nei, það býtur nú við, drottinn minn dýri, hann verður þingmaður 5 árum áður ég fæðist. Já, áður hann er orðið það þá þegar sko, saga hans í grófum dráttum svo sko, að hann lærir í Þýskalandi að sína hagfræði frá 36 til 39. Með öðrum orðum á síðari helmingi þess tíma sem Hitler var búinn að ná völdum í sínu blokki áður en hann varð áður en hann réðst inn í Pólland sko. Og það muna ekki bara nokkrum vikum að pabbi lokaðist inni í Þýskalandi í stríðinu. Og rétt sleppur heim og þá giftaði sig 39 og elsti bróðir minn fæðist 3 árum eftir það, 42 og sá við miðið fæðist 48 og svo ég rek lestina 51. Og þarna sem sagt bara fjölskyldan í þessu útkverfi sem enn var að heita má sko. Það er að segja 2 samlíkjandi útkverfi í Grímsstaðaholtið og Bróðsvörabústaðarnir og svo voru nú Melarnir og Hagarnir að byggjast upp og svona en það manni þótti svolítið langt. Skrýllinn að koma sér fyrir. Já, svolítið langt að fara í bæinn sko. En þetta var ágætt. Þetta er umverulega 101 sem út að tala í dag. Já, þetta er nú heitir að vísu 107 núna sko. Komið það vestalega. Já. Svo var ég bara vesturbæingur allæfi sko og allt með fólk og þangað til ég gerðist miðbæingur fyrir nokkrum árum einhverju renni þannig að núna erum við bara í taugamiðjunni í Er það eina skipti sem þú fluttu Vesturbænum þegar þú fóruð í miðbæinn? Já, ég hef alltaf litið á það sem vísbendingu tilfinningarlegan óstöðuleika verið að flytja. Þannig að ég vil eiga sem allra fæst heimili og vera sem allra lengst á hverju og ég hef reynt að vera þá reglu sko. En þú sko, því ég var að ræða við í upphafi og ég sagði ég er í Grímsnesinu og þá spurðurðu mig, beygir maður þá hvar? Já. Og ég held allir Íslingar vissu, sérstaklega okkar aldrei, vissu hvað Grímsnesi var. Það var ekki alveg gróf bein. Þú ert greinilega alveg 101
dauðans. Já, ég er nú miklu rætvísari víða í Afríku, sko, heldur en ég hér í Grímsnesinu, sko. Ég get orðað þannig, sko, ég er eiginlega betur að mér, sko, í Súdan en í Grímsnesinu, svo ég vitni í skaldi, sko. En ég þekki þessa tilfinningu vel. Ég var 101 í 30 ár og ég bara þurfti andi breiðpoka. Ég fór upp Ellábrekkurnar, sko, ég bara í andnöð. En segðu mig skólaganga, ég meina var það... Hún var bara eins og skólaganga blæra minna, það hefur segja 6 ár í barnaskóla í Melaskólanum sem þá þótti vera fínasta skólabygging, sko, á Norðurlöndum. Hann held í víður 46 og var það bara í höndum sama kennarans, þetta allt mjög stabílt, sko, og Magnea Hjálmarsdóttir hét hún, yndisleg kona, mikil kennari. Og margt af börnunum sem voru með mér í bekk þarna eru vinir mínir fram á þennan dag. Og svo fer maður bara yfir göttuna í Hagaskóla, sem var gagnfræðaskóli og barnabörnin mín og börnin hafa gengið nákvæmlega sömu braut, sko. Er öll fjölskyldaðin sem staðsett í Vesturbænum? Já, það má eiginlega, já. Mjög sérstakt. Já, en þau eiga nú eftir að verða miðbæjarrottur líka býst ég við, sko. Hérna spyr ég leikslókum með það, sko. Og svo bara fór ég í Menntaskólanum í Reykjavík og ég hljópa vísið við bekk í gagnfræðaskóla, þannig að ég var stúdent ári yngri heldur en félagar mínir. Vel gert. Ég er alltaf yngstur og æstastur hvar sem ég kem, sko. Það er fyrst núna þegar ég er komin á áttræðisaldur sem að kemur fyrir stökur sinnum að ég er ekki yngstur þar sem ég kem, sko. Ég geng út frá því að skólagangan hafi bara gengið vel og þú rúlaði þessu ára á undan. Hún var átakalítil og ánægjuleg og gekk vel, sko. Og svo bara svo flyt ég heima 19 ára gamall til að fara til náms í útlöndum og þá lýkur þessum fyrsta af 3 pörtum í lífi mínu, sko. Og svo ég 3 ár við nám í Englandi og önnur 3 við nám í Ameríku og þá var eiginlega þá sem ég kveikti. Það var eiginlega þá sem ég byrjaði að vera til svona upp á þau bíti sem mér finnst að maður eigi að biðja í lífinu, sko. Og ég var eiginlega bara ástfangin af Ameríku af því hún tekur útlendingum svo vel, miklu betur en Bretland tók mér til dæmis. Ég lærði ekki að meta Bretland fyrir löngu síðar og fullorðinn, sko. En Ameríka tók okkur afar vel, sko, og ég verið hann annan fótinn síðar, sko, og er eina alvöru kanni, segja má, sko. Og ég ann því landi mjög og bara sjáu þessu menningu og öllu saman og fjölbreytninni. Og þess vegna tekur mér mjög sárt að horfa á þær svakalegu þrengingar sem að þeir eru að glíma við núna á sínum pólitíska vettvangi. En geymum það þangað síðan í spjallinu, sko. Nákvæmlega. En hagfræði, pabbi þinn var hagfræðingur. Var það því pabbi var hagfræðingur? Já, það má eiginlega segja það, sko. Elsti bróðir minn var heimspekingur og bróðir úr heimspeki, Þorsteinn Gylfason hét hann. Og Vilmundur var sagnfræðingur og var menntaskólakennari í sagnfræði, sem hann var umsvegarmikill blaðamaður og þingmaður og ráðherra. En ég lærði hagfræði, en það var svo lítið torsótt að því leytinu til að hagfræði var þá ekki eins og hún nú orðin sem betur fer, sko, námskeiðin í framhaldsskóla. Það er að segja að hagfræði kom hvergi inn í námsefni menntaskólans þar sem ég var og ekki heldur annar framhaldsskóla. Þannig að maður renndi alveg blind í sjóinn. En ég naut þess að ég þekkti eldri hagfræðingar sem eru bara sem vini föður míns. Þannig að ég gat fengið svo lítil ráð það allt saman. Og svo bara fann ég það bara fyrstu vikunum í Manchester á mínu fyrsta hausti þar 19 ára gamall að ég hafi verið valið rétt og þar sko háskólaskipulagið þannig eins og víðast hvar í Evrópu og á Íslandi að menn velja sér sérgrein strax að loknu stúdentsprófi í andstöðu merkingu við Bandaríkin þar sem menn þurfa að eyða fyrstu 2 árum háskólanámsins, sko, með því að prófa ólíkar greinar, sko, til þess að hjálpa sér við að velja sérgrein. En ég rambaði á rétta grein í upphafi og fann mig strax og hef aldrei séð eftir því eitt andartak. Nei, þú hefur aldrei hugsað að ég átti að vera rafvirki? Nei, bara hagfræði og hefur alltaf verið bara mínar ægur og kýr. Og þið systkinin, sem sagt, þið fóruð öll háskólaleiðina? Já. Og það, sko, ef maður skoðar þetta aftur í tímann, sko, þá eru ömmur mínar 2, sko, komnar af prestum og lærðum mönnum langt aftur í ættir. En afar mínir báðir eru komnir af alþýðufólki, af sjómönnum og verkamönnum og bændum. Þannig að það er
allur kokteillinn í bakgrunninu. Til dæmis voru móðurafi minn og móðuramma, þau voru bæði læknar og móðuramma mín með þess að tók á móti mér þarna í Aragut 11 daginn sem ég fættist sem þú byrjaðir á. 18. júlí. Já, og það var svolítið sótt að mér að leggja fyrir mig læknisfræði af því að atvikin höfðu því svo með foreldra mína eins og reyndar okkur önnur að margir ránustu vinir þeirra voru læknar og margir þeirra vildi að ég yrði læknir eins og þeir en ég kaus heldur hitt og hef ekki séð eftir því. Það sem dró mig að hagfræði var hversu nálægt hún stendur viðfangsefnum venjulegs fólks í dagsins önn. Okay. Og ég ákvað það strax sko að ég vildi verða háskólamaður í hagfræði en ekki sko embættismaður. Þar sem ég vildi stunda rannsóknir sem að menn ráðast í þegar vonu að þeir geti fært út þekkinguna sko. Þar sem þetta vísindastarfið sem að dró mig að þessu. En ég vildi líka passa mig á því að eiginangrast ekki einhverjum fílabensturni þannig að ég væri bara að skrifa bækur hagfræði og greinar hagfræði að handa erlendum, nú eða stundum innlendum sko, kollegum í greininni. Ég vildi að þetta ætti aðgang að fleirum og ég dróst snemma að sko þörfinni fyrir góða hagfræði í fátækum löndum sko til þess að reyna að lyfta fólki upp úr fátæktinni. Og þannig vildi það til að fyrsta starfið mitt á loknu námi var í Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem sendi mig í samningaferðir í allar heimsálfur sko. Ég var alltaf byrjað að raka mig þegar ég var byrjað að semja sko lánskjör fyrir hönd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í Afríku og annar staðar og ég hef haldið þeim tengslum og það stendur til dæmis á því að bara kafli starfsævi minna síðust ár hefur verið mjög bundin Afríku og ég verið í 18 Afríkulöndum að vinna. Og ég verið í 100 löndum að vinna sko ef ég tel allt saman og það bara á mjög vel við mig. Ég verið með annan fótinn í útlöndum og ég sagðist fyrir halvur kani, ég er líka halvur Evrópumaður sko og halvur Íslendingur og nú legðum við saman. Já, ég var að lesa þetta googlaði þig, ég náttúrulega vissi að tilvistinni og fylgst með þér í gegnum tíðina og finnst þú skemmtilega oft kjaftfor, ég bara segi það beint út, skemmtilega sko. Að þetta rosa ferilskrá sem hún með. Já. Hún alveg bara svangaleg, hún út allt. Já. Þetta hann Dúfus, heimiliskötturinn, hann kemur stundum í heimsókn. Komdu sæll Dúfus. Hann alveg skaglaus. Já, þetta svona. Hún nú fyrir ég að vara yfir því, ég þarf að biðja þig að bjóða Dúfus yfir til þín, þegar ég hleyp upp í ofnæmi. Það svoleiðis? Dúfus, komdu bara hérna. En ég þakka kettinu fyrir að sína mér þennan áhuga. Já, því hann er yfirleitt ekki hrifinn af heldur sér til hlés. Kjaftfor segir þau. Já, svona það varst beittur oft. Ég skil það sko, því að afar mínir báðir voru býstna kjaftforir einkum sem yngri menn sko. Í hvað átt þá kjaftforir? Það var stólpakjaftur á þeim. Það urðu til dæmis sko, mikil átök milli skáldvinanna Þorsteins Gíslasonar, Fuðraða míns og Einars Benediktssonar og þeir skiptust í blöðum sínum eftir að þeir hættu að vera samherjar út af einhverjum tilfingarskít skáldskap. Þeir skiptust einhverju svakalegustu svigurmælum sem sögur fara af. Fór þetta fram í blöðum? Fór fram í blöðum, ég meira sér að skrifa leikrit um þetta sem er ekki enn komið á fjalirnar, hvað sem síðan verður. En svo mildaðist þessi Fuðraði minn og varð eiginlega mildin sjálf sko þegar árin færðust yfir. En hinn afi minn, móðurafi minn, Vilmundur Jónsson landlæknir, hann gat nú líka gefið íhaldinu inn í hæfilegum skömmtum, hann satt á Alþingi skeið sko og hann mildaðist nú líka svolítið eftir að hann dró sig út úr sko skarkala stjórnmálana. Við höfðum spilað mig hvort var kjaftforara faðir minn eða móðir mín. Pabbi var býsna kjaftfor framan af aldri. Hann var til dæmis oft rekinn frá Ríkisútvarpinu. Þannig var að bara sem ungur prófessor og með hagfræði skólagöngu frá Þýskalandi þá var hann fengið til að flytja í erindu daginn og veginn. Og oft var það þannig að bara útvarpið beið í símanum og snáðunum að þessi var ekki óskað að hann kæmi aftur. En þetta jafnaðist sko Mist hann sig þá í mikrofónum? Já, hann hefur kannski komist ofan á Karlamálsins, ég átti hann ekki á því. En mamma var nú ekki mikið fyrir að tala í útvarpið eða sjónvarp, en hún gat
afi sagði þegar mamma var barn á Ísafirði að hann hefði aldrei lent í öðru með stólpa kjafti eins og henni. Já, svoleiðis. Það fræst. Fylgdi henni alla tíð. Þú spurðir æskuárin. Já. Og við tókum eftir því bræðurnir að þau voru ólík foreldrar okkar að því leytinu til að pabbi talaði eiginlega aldrei það hvernig við vorum leið, hann var ekki upptekinn af sjálfum sér og hann sagði okkur eiginlega aldrei sögur úr æsku sinni. Já. Og það sem við vitum við það þurftum við eiginlega að draga upp úr honum með töngum eða upp úr öðrum sko. Mamma ól sín fyrstu 13 ár á Ísafirði þar sem þeir voru héraðslæknar afi minn og amma. Og það leiði ekki sá dagur í uppvexti mínum að mamma væri ekki full af sögum úr æsku sinni á Ísafirði. Þannig að mér fannst ég þekki bara bókstaflega hverja þúfu í bænum sko. Og hún var þekkt Ísafjörð fyrir sumt af því sem hún sagði. Einhvern tímann gerist það að amma og afi koma heim á læknastofunni og barnið situr 3 ára gamalt út í glugga og segir þeim að Þórbergur Þórðarsson sé komin í bæinn. Hvað segir þið barn? Spyrja þau, hvernig veistu þetta? Og þá á mamma hafa sagt, allt veit ég og alla þekki ég. Og það sem hafi gert var það, komust þau að seinna sko, að það hafi komið skip og Þórbergur var á leiðin af höfninni í 8 Silfurgötu 7 þar sem við bjuggum og mamma sér hann af 100 metra færi og þekkir hann og þannig var sagan til sko. Þannig var sagan til. En mamma var mikill fjörkálfur sem pabbi var ekki. Já. En nú pabbiðinn, þú byrjar í hagfræðinni og ert náttúrulega að koma heima og eitthvað. Pabbiðinn inn á þingi fyrir Alþýðuflokkinn væntanlega. Og hann var náttúrulega að ræða ríkisfjármál. Já. Var debatt á milli eitthvað feðga hvernig eigi að gera þetta? Nei, pabbi talaði eiginlega aldrei stjórnmál heima. Aldrei? Og hann var svona fjörlyndur sko, þannig að hann hafði eiginlega miklu meiri áhuga á sko, bókmenntum, listum, tækni og vísindum heldur en á stjórnmálum í raun og veru. Hann var dreginn út í stjórnmál og hálfpartinn gegn vilja sínum en svo bara vann hann verkið og það gekk ágætlega og hann gekk stoltur ánægður frá því borði en það var aldrei stjórnmálaþvarg á heimilinu af neinu tagi. Og við Þorsteinn, elsti bróðir minn, við vorum miklu líkari pabba þessu leitinu til að við höfðum enga sérstaklega áhuga á stjórnmálum. Og Vilmundur hins vegar sko, brann af áhuga á stjórnmálum en hann féll snemma frá þannig að pabbi talaði ekki, hafði þá ekki hann lengur til þess að tala við og Þorsteinn bróðir minn sem er heimspekingur, hann hafði engan áhuga á þessu þannig að ég eiginlega sá sem sýt upp með sögurnar sko. Og reyndar höfuð atvikið þannig og mér líður vel við að hugsa það að eiginlega minn nánasti samstarfsmaður í bransanum sko, í áratuga skeið var það einhvern sko. Þar að ég sendi aldrei frá mér nokkur texta á íslensku og stundum ekki á ensku heldur nema hann læsiði yfir varlega og ég endur ekki alltaf greiðan og las allt sem hann var margra bóka og greina höfundur sko. Og þannig að við unnum saman þessu leitinu til þótt við skriðum aldrei neitt sameiginlegan texta sko. Og við hugsuðum mjög líkt og bara okkur var bókstaflega aldrei sundurorða, ekki eitt skipti. Ekki eitt skipti? Mjög það er nú bara Íslands met. Já, og ég get ekki sagt það sama bræður mína hina sko og það er ekki það að þeir væru meiri skapmenn heldur en ég held ég. En bara við höfðum svona furðu líkt upplag við feðgarnir og svipuð sko áhugamál sko. Hvernig myndirðu lýsa þér sem ungu manni? Hvernig, ef þú ættir að draga upp mynd á honum, hvernig myndirðu lýsa honum? Ég get það ekki. Ég er svolítið svo pabbi að þýrleitin til að ég miklu heldur hugsa og tala annað fólk heldur en sjálf mér. Þannig að ég hef aldrei dregið mig í dilka. Ég veit að sumir kallaði mig kommunista og aðrir kallaði mig hægri mann og eitthvað. Ég hef bara engan áhuga á svoleiðis einhvernum sko. Svona ramma inn eitthvað? Nei, veist það ég það ekki. Þú getur prófað að spyrja konuna mín einhvern tíma seinna varstu hæglátur? Varstu svona fór lítið fyrir þér? Veistu, það verður eiginlega að spyrja aðra það sko. Ég kann ekki að ég hef aldrei sóst eftir sko vegthillum eða hlutverki sko í samtökum eða svoleiðis. Með einni undantekningu, það var þegar að Alþingi auglýsti í stofnun stjórnlagaþings og bauð venjulegu fólki að bjóða fram krafta sína og þetta var eftir hrunið sem var gekk gersamlega fram að mér og þá breytti ég út af þessari venju minni og fleygði hattinum mínum inn í hringinn og ég
setið í stjórnum 2 fyrirtækja bara og það var bara frumkvæði þeirra sem stjórnuðu fyrirtækjanum sem vildu fá mig þangað inn. Annað var Kaupþing sem var uppreisnarfyrirtæki gegn bankakerfinu. Það var Pétur Blöndal sem fékk mig þangað inn og það gekk bara mjög vel. Þetta var meðan Kaupþing var strang, heiðarlegt og fínt fyrirtæki sko. Þannig ég var löngu komið þaðan út sko, þegar allt fór að verða í veg. Og hitt fyrirtæki Sjóskólinn í Reykjavík, þar sem Garðar Kortes, skólastjóri og óperustjóri, fékk mig til liðs við þau og síðan erum við í 14 ár. Og ég sitt enn í stjórn söngskólans. En öðru leyti bara hef ég verið bara háskólamaður fyrst og síðast. Fræðimaður. Já, og ég hef unnið jöfnum höndum hér heima og í útlandum alla mína tíð. Og skrifa bækur og greinar og það mitt lifibrauð sem ég hef mikla ánægju af sko. Því að þegar ný grein verður til birtingar í einhverju alþjóðlegu tímariti og svoleiðis grein fæst ekki birt sko nema hún sé að færa út kvíarnar á einhvern hátt sko í stóru eða smáu. Og sko ánægjan, við liggur að segja fullnægingin sem fylgir því þegar svona grein verður til, hún bara næst í bærið gleðinni sem fylgir barnsfæðingu í fjölskyldu sko. Okay. Og þegar maður er birt 300 svona greinar sko, að þá sérðu að þetta svona. Já. En ég verð að spyrja þig, þú sagðir að komin áttræðisaldur. Já. Og þú ert búinn að labba í gegnum þetta samfélag sem hagfræðingur frá bara snemma á ævinni. Ég er hérna 10 árum eftir einhvers staðar. Okay. Og ég er að þeirri kynslóð sem er alltaf að missa íbúðurnar. Það er alltaf verið að éta upp eignirnar mínar. Sem sagt 3 íbúður á mínu æviskeiði. Nefndu ekki okkur. Nú langar maður að spyrja hagfræðinginn í það sem er búinn að labba þessa leið í þessu bulli. Geturðu sett einhverja mynd á þetta? Ég veit eins og Gunnar Bjarni, tæknimaðurinn okkar, sko, hann er þeirri kynslóð og hann svona er ekki alveg búinn að fá þetta í hnakkan. En við sem eldri við erum búin að labba marga skrautlega leiðar með fjármálakerfinu. Hvað er málið með þetta? Málið er fákeppni og það á ekki bara við bankana heldur marga aðra hluta íslensks efnahagslífs. Og fákeppni bara felst í því að það eru fáir stórir aðilar hituna á hverju markaði sem halda keppinautum frá. Þannig til dæmis stendur að því að Ísland er eina landi í Evrópu þar sem að erlendum bönkum hefur aldrei verið hleypt inn í landið til þess að keppa við innlenda banka. Eru lög fyrir því? Já, það er þess vegna sem að vextin eru svona háir. Og ástæðan til þess að bara vöruverð hérna er svona hátt er að það er bara samskonar fákeppnisvandi sko í byggingavörubransanum, í tryggingabransanum og bara allstaðar. Og það að við skildum ganga sem betur fer inn á Evrópska efnahagssvæðið sko 1995 sem að jafngildir eiginlega sko aðild að Evrópusambandinu að 2/3, það hefur ekki dugað til. En þú sérð á því að hvorki bankarnir tryggingafélög þurfa að keppa við erlenda banka og erlend tryggingafélög. Það tókst með herkjum að fá Costco hingað inn til þess að auka samkeppni sko í smásöluversluninni. Og eins og mörg heimili finna bara á eigin skinni ef þau versla þar og þarna bara skilur milli feigs og ófeigs og þetta er ástæðan til vaxta okorsins í Reyma og til hás matvöruverðs og svo framvegis og bara út úr þessu verðum við að brjótast segja ég og þú finnir þið verið. Ég hef staðið á höndinni segjandi þetta sem ég er að segja þið núna í blóðunum í 40 ára eitthvað sluðis og það bara dugir ekki til því að hagsmunirnir sem eru bundnir við óbreytt ástand að þeir eru svona ríkir og þeir hafa sko stjórnmálaflokkarnir á Alþingi í hendi sér að vísu misfast en þetta hefur dugað þeim til þess að halda þessu ástandi óbreyttu sko. Mussolini sagði, gamli fasistinn, að fasismi væri stjórnvöld spyrt við fjármagnseigendur. Að það væri fasismi. Hann útskýrði það þannig. Þannig á einasta má spyrja sig, búum við fasismi? Þetta er ríkt orð, ég veit að þetta er stórt orð. Ég veit að, sko, ég kannast við það að orðið fasismi eða skríðandi fasismi á rétt á sér í íslensku stjórnmálaumræðu núna eins og hlutir hafa þróast í öðrum löndum. Og menn eru byrjaðir að tala þetta í sumum Evrópulöndum, eins og í Pólland og Ungverjalandi,
og jafnvel sumpart í Bandaríkjónum, þar sem menn tala ólígarka núna í fyrsta skipti, gerðu alls ekki fyrir 30 árum. En ég hef ekki sett sko skríðandi fasisma hér heima í samband við þetta. En það var kannski bara vegna þess að ég var búin að gleyma þessari tilvitnun þinni í Mussolini. Kannski má skoða þetta upp á nýtt sko. En ég sé merki skríðandi fasisma hér heima sko í öðru, eins og til dæmis þessari óslökkvandi þörf þeirra sem telja á sig hallað í umræðum og stjórnmál að reyna að rúina andstæðinga sína með því að draga þá fyrir dóm og fá þá dæmda fyrir meiðyrði. Og maður hefur séð þetta og bara vísvitandi tilraunir og ekki með neinni leynd, heldur bara fyrir opnum tjöldum, þess að þagga niður í mönnum sko fyrir dómstólum og þannig hegða sér og hugsa hálfgildingsfasistar, segi ég. Já, Mussolini hafði greinilega rétt fyrir sér einhverju leyti með þetta. En svo hafa mörg þessi mál lendað bara fyrir mannúðardómstólum í Evrópu og verið slegið á puttana á okkur trekk í trekk. Trekk í trekk. Og það til marks um það sko hvað dómskerfi hérna veikt. Og það stafar svo aftur á því bara að það eru miklu nánari tengsl milli dómskerfisins og framkvæmdarvaldsins og löggjafarvaldsins heldur en ætti að vera. Og lögfræðingandi vinir manns sko fást til að viðurkenna þetta undir 4 augu, en þeir þræta þannig rauðir í framan sko fyrir opnum tjöldum. Þetta að breytast aðeins, það að koma nýjir og betri og réttsýnni dómarar smám saman inn, þetta hægur ferill. Það bara allt og mikið ranga dóma, sannanlega ranga dóma sem eru felldir og sumum þeirra snúr við fyrir erlendum dómstólum. Og þetta bara stafar af sko bara sérhygli og spillingu og klíkuskap. Og þetta nefnilega ekki sko sér íslenskt vandamál. Það bara gerast bara í dag og í gær í Bandaríkjónum að hæstaréttardómarar þar, þeir eru 9 talsins, að verða sér til ævarandi minnkunar með því að hugsa og tala opinskátt um það að það komi bara vel til greina að forseti Bandaríkjanna geti myrt andstæðinga sína og sloppið með það til þess að vernda forsetaembættið fyrir hættunni á lögsóknum andstæðinganna. Wow. Þetta einhvern mesta hneyksli í sögu Hæstaréttar Bandaríkjanna. Var ekki Trump sem að rafaði þar inn mönnum og konum? Hann skipaði þrá af þessum 9 sem sitja þarna núna. Og þetta er alveg svakalegir atburðir að gerast. En svo heyri ég að sumir segja sko hægan, að það hljóta að vera að missa hvort 5 af þessum 9 sem að komast að þeirri niðurstöðu að það sé ekki hægt að láta forseta sleppa við að myrða andstæðinga sína ef til þess kemur. Og við skulum sjá, en ég trúi því þegar ég tek á því. En þetta í ferli, klárlega. Það alveg ótrúlega hvað þessi maður hefur smogið milli stafs og hurðar í gegnum sinn feril. Hann bara gangandi glæpafaraldur, það ekki það vísi. Og hættan að hann verði bara kosinn aftur. Ég held nú að gerist ekki, sko. Ég held að það sem að gerast núna muni opna augum manna. En bara hugsaðu þér það, að hann sakaður sko tilraun til valdaráns og það tekur Hæstarétt meira en 1 kjörtímabil að láta fjalla þetta fyrir dómi. Og Hæstaréttur virðist vera að reyna að veita honum færi á því að bjóða sig fram aftur eftir að fyrir liggja skýrar vísbendingar að hann hafi reynt að fremja valdarán sem ekki tókst. Það alveg makalaust. Já, en kannski erum við komin aftur á Mussolini, sko. Já, ég veit það. Og sumir, sko, það ágætt bandarískt orðtæki sem segir, sko, justice delayed is justice denied. Það að tímasetningi skiptir máli. Ef það tekur of langan tíma fyrir réttlætið að ná fram að ganga, að þá felst í því óviðunandi ranglæti. Það eru skeri tímar. Já. En mér langar að fara aftur að stjórnlagaþinginu. Já. Þú sast þar. Já. Og fórst alveg í gegnum það ferli. Já. Alla leið. Já. Segðu okkur aðeins frá því ferli og sérstaklega unga fólkinu sem kannski slýsast til að horfa á þetta til að fatta hvað í gangi. Já, það var dásamlegt. Sko það sem gerist eftir hrun að fólki fer út á göturnar og niður á Austurvöll og heimtar skýringar og heimtar hreingerningu og heimtar einnig nýja stjórnarskrá. Og Alþingi var bara uppi vegg, sko, auðmýkt af samkrulli sínu við þessar spiltu bankamenn sem hefðu keyrt allt í kaf
Þannig bara Alþingi hlustaði á frómar óskir fólksins og brást við þeim. Og það brást við til dæmis með að hreinsa til í Seðlabankanum eins og nauðsyn bar til og líka með því að standa við svo eldgamalt loforð sem Alþingi hafði alltaf svikist að efna að endurskoða stjórnarskrána. Og þau skildu það að það verkefni sem ekki fyrir vel á að stjórnmálamenn eða þingmenn vinni og það þess vegna sem þeir ákveða að þingmeirihluti að halda kosningu, sjálfstæða kosningu með fólksins í landinu þar sem hver maður hefur eitt atkvæði til þess að velja fulltrúa á þetta stjórnlagaþing. Og það var góð samstæða þeirri í þinginu. Gömlu skúrkarnir sem eru aftur komin til valda að þeir voru alveg með á þessu fyrsta kasti. Svo beygðir voru þeir eftir auðmýkinguna sem að hrunið kallaði yfir þá og aðra. Og ég ákvað að bregða vana mínum og bara taka þátt í þessu og ég náði kjöri og svo 24 aðrir og hópið 520 eitthvað að frambjóðanda og okkur voru gefnir 4 mánuðir til þess að vinna verkið og bara okkur tókst það og okkur tókst það með afbrigðum vel að mér finnst. Eins og þú sér á því að það hefur engin upplöf, engin skandalar. Þú sér, það líður alltaf svo vika, hálfa mánuður að kom ekki einhverju skandalar upp í þinginu og hávaðar yfirreildi og grátur og kvistrand annað. Ekkert að því það ekki gerist nokkuð tíma hjá okkur. Við bara sýndum hvert öðru gagnkvæma virðingu, ólíkt fólk úr öllum átt. Ég þekkti kannski fjórðunginn, 6 af þessum 24 sem sáðvartu með mér. Hitt var fólk sem ég aldrei hitt á. Það vissi kannski, hafði kannski heilt nafnin þeirra nefnd áður, sem hafði ég aldrei heilt áminnst áður Og við bara skildum alvöru málsins og við skildum það að okkur þurftu að nýtast þessir 4 mánuði til þess að vinna verkið sem þjóðir hafði trú okkur fyrir og Alþingi. Og okkur tókst það og okkur tókst það með slíkum, slíkum ágætum. Að það var algjör einhugur þetta. Það var bara aldrei gerst áður í samanlagðri stjórnarskrársögu heimsins að stjórnlagaþing afhendi Alþingi frumvarp að nýrri stjórnarskrá sem var samþykkt einum rómi. 25 atkvæði gegn engu, engin hjáseta, ekkert röfl, engin minnihluta álit, ekki neitt. Þetta var rosa flott plagg. Þetta var, og erlendi stjórnskipunarfræðingar og aðrir, það var nú ekki miklu lofsorði á þá, það var bara þetta sé eitthvað flottasta svona frumvarp sem að nokkuð tíman hefur litið dagsins ljós. Og svo afhendum Alþingi þetta og Alþingi ræðir þetta í sínum ranni. Og Jóhanna Steingrímur sem voru við stjórnvöldu? Það er eina skipti sem að bæði Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn hafa verið saman í stjórnarandstöðu. Og þau leggja málið síðan í þjóðaratkvæði sem að vísu var reynt að spilla fyrir með því að tefja þjóðaratkvæðagreiðslur og svoleiðis. Hún fór fram og við bara höfðum þar yfirburða sigur. En þá var strax byrjað að fjara svolítið undan stemningunni í þinginu því að endurreisnar áætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins gekk það vel hérna heima þrátt fyrir allar hörmungarnar sem að margir þurftu að líða vegna hrunsins að þeim sem að vildi ekki sjá nýja stjórnarskrá, að þeir vildi ekki hrófla við óbreyttu ástandi, að þeim óx kjarkur. Það voru þeir sem var reynd að tefja þjóðaratkvæðagreiðsluna og svo þegar hún loksins haldin og ákveðin og tímasett, að þá reyndist frumvarpið fyrir munaðleysingi því að jafnvel flokkarnir sem í ríkisstjórninni sem að lögðu frumvarpið fyrir þjóðina, að þeir bara hlupi felur. Þannig að það komið hlut bara okkar nokkur óbreyttra borgar að leiða okkur út og fara hringinn í kringum landið og syngja og dansa fyrir fólkið og útskýra nýju stjórnarskrá fyrir kjósendum. Og þetta bara skilaði því að frumvarpið var samþykkt með 2/3 hlutum greiddra atkvæða og það var bara 3/4 sem sagði nei. Og þá hefur maður haldið það að það hlyti að gerast að þingi bara staðfesti þá vilja þjóðarinnar eins og hann kom fram þarna. Og við viljum að tala jafnt vægi atkvæða og við viljum að tala auðlindir í þjóðareigu og við viljum að tala umhverfisvernd og við viljum að tala forseta sem ekki kjörinn með bara 25% atkvæða á baki sér og alls konar réttarbætur sem að skoðanakannanir sýndu að voru allar í samræmi, í nánu samræmi við vilja meirihluta kjósenda eins og staðfestist svo í þjóðaratkvæðagreiðslu. En þá bara gerðist það að Alþingi sveik
og hætti störfum vorið 2013 hafandi látið heilt þing líða án þess að staðfesta frumvarpið eins og þinginu bar skylda til og síðan hefur Alþingi bara haldið frumvarpinu í gíslingu, reynt að spilla fyrir því á alla lund og tefja og núna séu þetta svo gamalt maður, enginn talað um hvað. Já, séu og þetta einhver svartasti bletturinn á sögu Alþingis bara frá á lýðveldi sögunni. Lýðveldi sögunni, já, ég myndi fara lengra, ég segi að fara frá 930, sko. Já, jafnvel fyrr. En það, einhvers staðar í minninu kemur upp, það var einhver sem kærði þjóðaratkvæðagreiðsluna. Nei, þeir kærðu kosninguna til stjórnlagaþingsins. Já, þeir kærðu hana, þá var því breytt, Það voru 3 flokksbundnir sjálfstæðismenn sem teldu fram einhverjum tæknilegum athugasemdum við framkvæmd kosningarinnar og Hæstiréttur tók við þessum kvörtunum og gerði það sem enginn Hæstiréttur hefur nokkuð tíma gert nokkuð staðar. Og hann dæmdi bara þjóðkjörið sem Alþingi hafði boðað til, sko, bara ógilt. Þannig þetta var bara núlla. Já. Og þarna voru 6 hæstaréttardómarar og þar af 5 skipaðir af dómsmálaráðherrum Sjálfstæðisflokksins. Og þetta einhver svartasti bletturinn á Hæstarétti í gerðvallri sögu hans frá 1920. Eiginlega alveg ofboðslegt mál. Og leyfðu mér nú, maður fer ekki svona samtal nema maður segja eitthvað sem maður hefur aldrei sagt áður. Leyfðu mér nú að segja þér það að mér kunnugt að inn á borð hjá ríkissaksóknara komu upplýsingar meint lögbrot í Hæstarétti í sambandi við þetta mál. Okay. Og mér einnig kunnugt að ríkissaksóknari tók þessar ábendingar nógu alvarlega til þess að hann fól lögreglunni að rannsaka málið. Þetta hefur alveg verið þarna undir. Já, og lögreglan skoðaði erindið frá ríkissaksóknara og baðst undan því, neitaði því að rannsaka málið. Þetta væru ábendingar og ekki sannanir. Með öðrum orðum, það var eins og lögreglan ætlaðist til þess að þau sem lögðu ábendingarna fram inn úr rannsóknarvinnuna sem auðvitað lögreglan á að vinna. Og ríkissaksóknari féllst á þessu niðurfellingu, þannig að málið var aldrei rannsakað. Og ég segja frá þessu vegna þess að ég á þessi bréf. Ég viðtakandi þeirra, en ég vil ekki birta þau ef eitthvað vill að þau séu birt, og þá finnst mér að þeir sem að sendu bréfin eigi að birta þau. Já, og þú ert með nöfn á þeim aðilum og allt í þínu röðum. Já, bréfin heima. Nú, ég veit þú munt ekki svara mér. Hverjir það eru? Nei, ég sagði nákvæmlega það sem ég ætlaði að segja. Já, takk fyrir að deila þessu með okkur. Já. Ég hafði ekki hugmynd þetta. Nei, ég veit það. Og fylgist ég nú vel með. Nei, ég hef aldrei sagt frá þess áður. Þetta algjör skandal. Já, ég veit það. Var þetta bara vinna pólitískt? Ég veit það og þess að þegar að menn kvarta undan spillingu í stjórnsýslunni og í stjórnmálum og viðskiptum og velta þessu fyrir sér svo hvort að hún nær inn í Hæstarétt og inn í saksóknaraembættinu og lögregluna, að þá skilji ég þær vangaveltur og það er meðal annars þess vegna sem að ég ákvað að segja eftir þessu sögu. Þannig svarið er einfalt, það er greinilega bara já við því út frá þessu, algjörlega. Ég er nú pínu sjokkeraður. Ég held einhvern veginn að væri að einhvern veginn búin að henda þessu öllu upp á borð, hvað sjálfstæðismenn gerðu þetta hitt og hvað þessi gerðu og hinn gerði. Þetta eru nýja fréttir fyrir mig. Ég byrði rannsóknarblaðamenn að úti að halla ykkur að Þorvaldi og pína þessi bréf út úr honum. Vá! En hvað, svo hringlaði þetta bara einhverju nefndum? Hvað eru margar nefndir búin að vera þetta? Já, verður en það sko. Og svo eru til dæmis fráfarandi forsætisráðherra, þau verið með einhverja sérfræðinga á sínum snærum sko, við að búa til nýja ákvæði, og til dæmis nýtt auðlindaákvæði sko, sem er bara algjörlega tannlaust og billöst sko, með að við
ákvæði sem í nýja frumvarpinu okkar sem var samþykkt sko með 83% atkvæða sko í þjóðaratkvæðagreiðslunni og það var kollega mínir í lagadeild Háskóla Íslands skulle láta hafa sig út í að skrifa skýrslur sko sem eru bein árás á yfirlýstan vilja þjóðarinnar í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það bara nægir engri átt. Ég satt sér hissa á því að enginn skulle hafa kert þessi tvö í lagadeildinni fyrir siðanefnd Háskólans. Erum við ekki aftur komin bara að framtíklinni og vinavæðingunni þarna? Einn sem ég þekki mjög vel, helblár lögmaður. Hann hvíslaði að mér að gamla stjórnarskráin, við tölum alltaf gamla og nýju, þó að nýja sé ekki orðið ný, að hún svo þægileg fyrir lögmenn, hún svo loðin og tegjanleg og það svo mikið huglagt mat á alla hluti að hún draumur hvers lögmanns. Það svolítið fyrir því sko. Nýja, ég vil samlesa þær báðar oft og nýja bara svona gagnirt, hún bara dregur, hún bara segir það sem segja þarf. Og það fór í taugarnar á, veit ég mörgur lögmann. Já, mikið lofsköp. Nei, þeir sem að vilja sko óbreytt ástand, að þeir vilja ekki nýju stjórnarskrána og það eru þessi þriðjungur kjósenda sem greiddi atkvæði gegn henni og það skiljanlegt. Það miklu algengari nýja stjórnarskrár sem samþykkta með kannski 52 eða 56% atkvæða. En við fengum 67 og samt reynt að halda þessu niðri. Þetta fór ekki í gegn. Og það engin teikn á lofti þetta fari í gegn. Ég býð enn eftir því að alþingiskosningar skili nýju meirihluta sem klárar málið. Já, við vitum allavega að 3 stjórnarflokkarnir sem eru núna, þeir hafa engan áhuga að klára þetta mál. Nei, og það þeim merkilegra sem skoðanakannanir hafa sýnt það skýrt. Að það ekki bara meirihluti kjósenda sem að vill þessa nýju stjórnarskrá með öllum sínum réttarbótum, heldur einni meirihluti nánast allra svona sérstakra hópa sem spurt við verðum. Og það myndi verið spurt sko eftir aldurshópum, eftir búsetu, eftir stuðningi við stjórnmálaflokka, eftir störfum og svo framvegis. Og það eru bara 2 hópar sem að meirihlutin á móti nýju stjórnarskrá. Stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins og embættismenn ríkisins. Já, ok. Og svo náttúrulega hrunningar. Hafa þeir það vægi embættismenn? Greinilega. Já, og svo náttúrulega þriðji hópur, það augljóst, en Gallup spyr aldrei, sko, ertu hrunverið eða ekki? Auðvitað allir hrunverið á móti því að þetta nýja stjórnarskrá var sett til höfuðs hrunverið. Og sett til höfuðs spillingunni sem var ekki á allra vörum þá strax. Það þurfti nokkur ár frá hruni til þess að opna augu nógu margra fyrir vandanum. En núna ef að Gallup spyrði sko, Gallup reyndi búin að spyrja því, hann spyrjaði 2013, spilling sko alvarlegt vandamál í íslensku stjórnmálalífi og viðskiptalífi og 2/3 hlutu aðspurðar sögðu já. Það þetta legið fyrir núna í 11-12 ár. Hvað að okkur? Veist, þetta stór spurning, ég veit að þú eru ekki svarið frekar en ég, en ég velti fyrir mér þessi ofboðslega íhaldssemi og ótti í allri stjórnsýslunni og þá tala ég líka embættismenn. Því að hreyfa embættismenn er svo að hreyfa jesjuna, það bara hreyfist allt voðalega hægt. Hvað þetta í þjóðarsálinni sem að, eins og þú segir, alla skoðunar kannir sína að fólk vill breytingar en samt breytist ekki? Ég veit að þetta ég segi stundum, sko, fyrst að þetta þarf ekkert að fólkinu í landinu, sko. Það sem er það að vilji fólksins í landinu næri ekki fram að ganga af því að það eru fámennur minnihluti sem stendur í vegi fyrir því. En svo hægt að hugsa sér dýpri skýringar, sko. Ég segi stundum í alvöru, sko, Íslendingar eru svolítið eins og Rússar og þess að stytta mál mitt, sko, þá segir bara Íslendingar eru Rússar, sko, sem eru vanir því, sko, ára 100 skeið, sko, að láta að finna sig á kvelja og einhvern veginn eru sáttir við það. Það er vitnisbyrðir úr fangelsum nasista það hvernig Rússar brugðust við pyndingum. Þau grétu hávaða grátið meðan að pyndingarnar stóðu yfir en voru mjög fljótir að jafna. Snöggir jafna sig. Meðan að Norðmenn sem sátu í sömu Tryggvi Bratteli, forsætisráðherra Noregs, lýsir þessi sjálfsævisögu sinni. Norðmenn sem sættu samskonar pyndingum.
voru að ónýtir bara. þeir emjuðu ekki undan bindingunum, en þeir voru niður brotnir lengi á eftir, sko. Og þarna erum komið vísi að lýsingu á ólíkum þjóðarkarakter þessari tveggja þjóða, sko. En svo komið nýjar, sko, kenningar þetta. Ég heyrði mjög áhugavert viðtal við Öldu Sigmundsdóttur, blaðamann og rithöfund, sem hefur skoðað þetta. Hún þjóðfræðingur að mennt. Og hún segir sögur af niðursetningum sem að öll eigum við í bara fjölskyldusögu okkar, sko, sagnir af og minningar niðursetningar sem var komið afar illa fram við. Svo Ómar Ragnarsson, vinur minn, hann þekkti svona konu, þau skrifaði 2 bækur hana, hún komið Manga með svartan vanga. Já, alveg rétt. Já, og það var bara hérna í nágrenninu, þar sem hann kynntist henni ungur maður og hún sagði honum sögurnar og Ómar sagði bara að það var ofboðslegt að heyra. Lýsingar hennar og þeirri mannvonsku sem hún hafði mátt sæta. Og kenning Öldu, ef ég skildi hana rétt, þessi að það eimir ennþá eftir af þessari kúgun og viðbrögðum við henni, ekki ólíkt því sem ég var að segja Rússland, sko. Og þetta kynni að vera skýringin því að hvernig Íslendingar láta svona hluti yfir sig ganga sem að Svíar eða Norðmenn eða Danir myndu aldrei láta yfir sig ganga. Þetta eitthvað hört svo gút dæmi. Já, þetta svona djúpsálafræði sem er erfið, sko, yfirferðar og ég engin sérfræðingur henni en mér þykir þetta umhugsunarvert. Mér finnst það. Það eitthvað bilað í þjóðarsálinn okkar. Það klárlega þannig. Get ég sagt 65 ára gamall maður eftir mitt lífslaup. En mig langar að spyrja þig Evrópusambandið. Já. Þetta eilífa debatt ESB eða ekki. Já. Hvert svona þín sýn á það dæmi? Ég var sérlega bara einn af fyrstur til þess að mæla fyrir inngöngu Íslands í Evrópusambandið í Morgunblaðinu 1985 eða 6 eitthvað svoleiðis. Góður, frumkvöður. Já, og ég er Evrópumaður bara í hjarta mínu og ég skil það að Íslandi lítið og það bara hættulegt fyrir Íslandinga að vera of einir að báti. Og við erum bara að tengjast eins nánum böndum okkar vinaþjóðum eins og við getum, eins og við gerðum þegar við gengum í Evrópusambandið, í NATO og eins og þegar við gengum inn á Evrópsku efnahagssvæðið. Og mér finnst að við erum að stíga þetta skref til fulls og það bara tengist þessu sem við sögðum áðan fákeppnina. Að til þess að snúa fákeppninu niður, að þá þurfum við að ganga til fulls í Evrópusambandið, meðal annars bara til þess að eignast aðild að Evrópsku samkeppnisstofnuninni sem fylgist með, samkvæmt bara lögum og reglum, því að fákeppni sé ekki látið bitna á neytendum í aðildarlöndum sambandsins. Og þannig að vaxtaokrið og annað búðarokur hér heima, það bara miklu erfiðara ef að Evrópska samkeppniseftirlitið væri komið hingað inn. Og þá erum við byrjað að tala sko eftirlitsiðnað og þá séum við að þeir bara komið upp sig þá þegar. Þeir vilja ekki eftirlit af því þeir vilja fá að frið til að halda áfram að ríja þig og mig inn að skinni, sko. Þrátt fyrir. Það fullyrti einn maður við mig að ef við höfum verið í Evrópusambandinu þegar hrunið var yfirvofandi, þá höfðum við ekki krassað svona stórt út af regluverki Evrópusambandsins. Ég held að það geti verið mikið til í því, sko. Við höfum tekið dýfu, en við höfum ekki skrapa botnin, sko, eins og við gerðum. Já, sko, vinir okkar á Norðurlöndum, þeir kvörtuðu undan því að Íslendingar þjóðvöld hefðu ekki komið nógu vel fram því þeir segja þegar húsið þeirra brenna, það átti ekki að halda í leyndu fyrir nágrannið því. Það átti að segja þeim kannski að segja, sko. Og þetta sárnaði, sko, þeim sem var stýrðu seðlabönkunum annars staðar um Norðurlönd þegar þetta var. Og það bara skil ég þetta mjög vel. En þetta, sko, að halda útlendingum frá, sko, það birtist meðal annars í því að þannig ræktu Íslendingar ekki þá siðferðisskyldu sína að segja frá þessu og það var slæmt. En nú landslagið þannig, nú erum við í enn einni dýfunni. Já. Og þetta ekki bara copy-paste frá fyrri dýfun? Það er ekki rétt að segja þessi dýfa núna. Það gengur nú sæmilega, sko, þó svo að... Með stýrivexti í 10%? Það er víst alveg rétt að getur verið þessir háu vextir og verðbólgar, sko, eftir að
hægja talsvert á fartinni hérna. Og maður sér það bara, það sem ég mestar áhyggjur af það sko, að bara gömlu hrunverjarnir eru bara margir aftur mættir til leiks. Og bara með þýfið óskert. Og mér sér Seðlabankinn rendi út rauðu dregli á móti því sem maður getur töldu vera þýði sko eftir hrun. Og sem var alls ekki nógu gott. Og nú erum sem sagt eiginlega búinir að bara ná undirtökum í efnahagslífinu aftur. Ég ekki viss að þeir ætli að fara í annað hrun sko. En bara þeim svo ósýnt að höfða sér skynsamlega mörgum manna. Það getur vel verið að þeir leiði svona hrun óvart. Við skulum sjá þeim. Ég var samt ekki vonað því. Ég var vonað því að það hægi svolítið á þessu öllu sko. Og ég sé það bara til dæmis að ríkisstjórnin sem hún hefur setið í 7 ár sko. Hún hefur ekkert fylgi, hún nýtur einskis trausts. Þannig að þá bindum maður vonið það að það komi eitthvað annað upp úr kössunum næst og vonandi ólíkt. En allt fer í sama horf sko eftir einar kosningarnar þar sem vilji þjóðarinnar og krafa þjóðarinnar og jafnvægi atkvæði ekki virt sko, þannig að kosningarnar eru raun og veru ólögmætar sko eins og það var verið frá 2016 frá mínu bæjartri séð ef að þetta heldur áfram að endurtaka sig eftir næstu kosningar þá þarf að stokka spilinu upp á nýtt. Og leiðin sem ég sé til þess einfaldlega sú að leita til erlendra dómstóla til þess að tukta þetta lið hérna til heima rækilega. Að fara alla leið þangað? Já. Ekki vígbúast að horfa til fjalla? Nei, nei, alls ekki. Að finna bara leiðir til þess, bara útskýra fyrir alþjóðasamfélaginu. Hvað á það að þýða að Íslandi sé sokkið í 27. sæti á listanum yfir lýðræðisríki heimsins? Meðan Norðurlöndin hin eru í top 5 sko. Sem erum alltaf að byrja okkur við? Já, einmitt. Og ég vissum bara vinnur okkar úti í Evrópu að þau myndu bara hafa fullan skilning á þessu og þar með taldi dómarar fyrir evrópskum dómstólum og þá þarf bara hygna lögmenn til þess að finna veikublettina og íslensku lögfræðingarnir eru margir svo lélegir að þeir hafa ekki hirt að passa sig á því að hafa enga slíka bletti tiltæka og þá var bara að rafa sér á þá, fyrst mér. Bara, ég vona að það gerist, en ég trúi því ekki, sko, ég bara neita að trúa því að það komi saman upp úr kjörkossunum næst. Ég bara neita að trúa því. En að því við erum aðeins svona komin á seinni hálfleik, ég verð að spyrja þig, það svona opnaðis glufa. Forsætisráðherinn okkar stökk af skútunni í forsetakosningar. Ég er alveg hneykslaður, sko. Ég líka. Og mér finnst þetta lýðræðislega brútalt. Já. Hver þín svona sýn á það? Nú erum við ekki að tala persónuna Katrínu, við erum bara að tala þetta embættishopp, samber stólahoppið hans Bjarna og þessi fílingur. Sko, einn flötur á þess að sá að hún hefur farið fyrir þeim sem hafa staðið í vegi fyrir staðfestingu nýju stjórnarskránina og þar með staðið í vegi fyrir nýju ákvæði og forsetakjör sem að fráfarandi forseti lýsti mjög eftir. Það er að segja að ákvæðinu forsetakjör verði breytt á þann veg að enginn verði forseti nema hann hafi meirihluta atkvæða á baki sér. Að standa í gegn þessari réttarbót sem forsætisráðherra og ætlar svo að nýta sér gallan í gömlu stjórnarskránni með því að fara fram þótt hún megi vita það að hún færi mesta leið 30% atkvæða og sennilega ekki nema 25 sem getur duðað til sigurs. Að það er sko bara myndbirting sko mjög alvarlegs hagsmuna árekstrar sem mér finnst bara vitna sko siðvillu af vondri tegundum. Þetta er bara 0 lýðræðisþroska og ég heyrði einn mann tala lýðræðisþroska í þjóðum í útvarpsviðtali, ég man ekki hver það var og hann talaði með við vorum á pari við leikskóla í lýðræðisþroska. Ég skil svoleiðis áhyggjur sko. Já. Ég á erfitt með áttamásum, finnst þetta skrítið múf hjá henni áhuga henni sem persónu. En það er til að lausna á þessu en hún er svolítið kröfuhörð og hún er bara svo að þeir 3 eða 4 frambjóðendur sem að næstir henni koma í skoðanakönnunum ef hún verður áfram eftir þeirra líður á maí þeir bara komið sér saman að bara eitt þeirra fari framboð því að þá sigrar sá frambjóðandi með 60-70% atkvæða gegn 20-30 hjá forsætisráðherranum sem að braut af sér með því að bjóða sig fram. Já. Og segja til, ef Kristján Eldjárn hefði verið með marga meðframbjóðendur gegn Gunnar Thoroddsen, 68,
þá hefði Gunnar auðvitað sigrað með sín 34%, en Kristján var sem betur fyrir einn og hann sigraði með 66% atkvæða. Og þarna, sko, gömul sannindi, sko, sá vægir sem vitið hefur mest eða meira, sko. Og þess vegna hvet ég þau, þetta skínandi fólk sem hefur býðið sig fram í góðri trú, sko, til þess að láta eigin vonum að ná kjöri, víkja fyrir þeirri þjóðarnauðsyn að fulltrúi stjórnmálastéttarinnar geti ekki náð kjöri sem forseti og þar með taki á sko málskotsréttinum með svona sáralítið fylgi að baki sér. Já. En ég hef ekki mikla trú á því að þessi tillaga mín nái fram að ganga, en ég vona að þau heyri þetta spjall okkar og heyri hvað ég er að hugsa þetta og svo skulum við sjá. Það hefur gerst, það gerist til dæmis síðast bara 1996 að prýðilegu frambjóðandi dró framboð sitt tilbaka 10 dögum fyrir kosningar. Og þannig að það er ekki of seint að draga framboð sitt tilbaka, jafnvel þó að framboðsfresturinn renni út í kvöld. Já. En það er einhver lenska í þessu því að sko, ef við förum með þetta yfir í pólitíska landslagi, þá var ég að tala um formann eins flokks daginn og þessi klísja að ganga óbundin til kosninga. Mér finnst þetta algjör klísja. Síðan förum við á kjósum, allir fara með sitt atkvæði, mitt atkvæði við þyngri en þitt, af því ég bý út á landi. Og ég kýs einhvern flokk og þeir makka sér saman og úr því verður einhver stjórn og stjórnarsáttmáli sem enginn kaus eins og við erum að horfa á síðastliðin 7 ár. Og hvað er í veginu í því að, eins og talar að framboðsaðilar tali sér saman og komist einhverju niðurstöðu. En af hverju gerir pólitíkin þetta ekki? Þeir fara alltaf óbundnir til kosninga. Já, ég sög nú ætla að segja annað sem að ég hef ekki sagt áður. Komdu með það. Það má ekki hafa svona tvö skúp. Tvö skúp. Það var árið 2007 þegar maður sá hvert stemdi sko hér heima og þegar það dró að kosningunum þá þóttist ég sjá sko að það væri stór hætta á því að hrunvaldarnir héldu völdum sínum og þess vegna gerði ég það sem hefur bara gert þetta eina skipti á ævinni. Ég fékk til fundar við mig af 2 helstu forystumenn annars vegar Samfylkingarinnar og hins vegar Vinstri-hreyfingarinnar Grænt framboð til þess að hvetja þau til þess að gera kosningabandalag. Það er að segja lýsa því yfir, þetta er aldrei verið gert áður, að leggja fram einfalda áætlun og segja ef við fáum meiri hluta að þá skuldbindum okkur til þess að lofum við því að mynda sama meiri hluta stjórn á þingi, þetta sem þú ert að lýsa eftir. En fulltrúar hvorugsflokkanna leystu á þetta og ég sá strax þau skutum gripið. Því þau voru með annað augað á Sjálfstæðisflokknum. Og það sem gerðist var það svo að Samfylkingin myndaði þessa katastrófulu ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum 2007. Þannig að hrunið sprakk framan í ekki bara Sjálfstæðisflokkinn, heldur líka Samfylkinguna. Og draumur sko Vinstri Grænna samstarf í Sjálfstæðisflokkinn, þú veist að bíða mann til 2017 en þá létu hann rætast. Og þetta er vandinn. Og þessi tillaga mín held ég var alveg raunhæf, en svo kom í ljós að 2009 að þá urðu Samfylkingin og Vinstri Græn að mynda samsteypustjórn saman bara 2-1 og það var svoleiðis stefnuskrá sem þau hefðu ekki bara getað lagt fram 2007. En þau voru þá svo trufluð af þessu dálæti á þessari draumsýn að vinna með Sjálfstæðisflokknum þótt að endi venjulega illa fyrir minni flokkin í slíku samstarfi. Það kom allir illa út úr samstarfi Sjálfstæðisflokki. Reynslan virðist sína það. En þarna var sem sagt lag sem að þeim bauðst en þau hafði. Og þau bara strax veggurinn. Já. Þetta er eina skipti sem ég hef reynt að skipta mér að stjórna myndu. Já, mér finnst þetta flott. Takk fyrir að segja mér frá þessu, okkur öllum.
þessi formaður sem ég talaði við einmitt, það kom þessi saman veggur og það var ekki þessir, ég ætla ekki að segja hver það sko, en það kom upp sama kripan, sko. Það bara, ég skil ekki svona. Ég meina, við erum með 3 flokkinn og þingi núna sem búið að fullreyna í 7 ár og ætti að vera löngu sprungið þetta samstæður með 30% vinsaldir og það voru hvaða flokkar eftir að þeir skulle ekki spyrða sig saman í einhverju umræðu og bara taka dansinn. Ég lít þetta saman. Herðu, en nú erum við bara náttúrulega tíma. Þorvaldur Gylfason, hvað planið núna? Berlín? Nei, planið er Abbey Road Studios í London. Er það að fara langa? Já, vegna þess. Þetta er eina 3. skúpið þar í. Allt þegar þrendir. Og ég fengi svolítið við tónlist síðustu árin og samið sönglög og kórlög sem margir fremstu listamenn þjóðarinnar hafa flutt og spilað inn á plötur og í sjónvarpinu og svoleiðis og í Hörpu og Hannesarholti og þá komu vinir mínir sumir að tala við okkur og sögðu, heyrðu, má ekki bjóða þér að koma til okkar í poppið og ég bara eins og hlýfinn skóladrengur sló til. Og ég er með í partur af 10 manna sveit sem er að leggja upp í upptökuferð til London. Við ætlum að taka upp íslenskt bítlarokk en þó með enskum textum, allt saman frumsamið og ég vil ekki nefna nöfn, þarna eru sumir fremstu rocktónlistamenn landsins. Þú verður að segja mér. Má ekki segja það? Nei, það kemur, við erum komið Facebook-síðu, þú sér þetta þar, sko. Ok. Ég ætla ekki að nefna neina, það skiptir ekki máli. Og ég er bara dreginn hann inn í þetta sem tónsveitjórunum, þetta verður allt saman frumsamið og svo verður þetta vonandi útgáfa og tónleikahald og tónlistarmynd og þú veist. Geggjað. Já, þannig að Ertu liðtækar og hljóðfæri? Nei, ég er þannig bleimið ekki, sko. Nei. En þú getur samið saman. Já, ég sem fyrir það, sko. Vel gert. Og þannig að við skemmt okkur eins og fermingarbörn, sko, á æfingunum í Hafnarfirði undanfarna mánuði og svo. Ég held að það er því 4. skúpið, hver er hann með? Þannig planið er bara að vera til og njóta. Já. Það er gott plan. Já, ég er mjög góður í því það, ég má segja sjálf frá. Það er ekki allir sem kunna það. Og konan mín líka, sko, við erum í þessu sem teimi, sko. Var til hamingju þetta, ég ætla að fylgja spenntu með. Já, gott. Tónlistarferlinni. Gott. Ég kann orðið hinn feril. En við þurfum að fara að ljúka þessu. Já. Og skáli búin og Þorvaldur, takk fyrir að koma. Það er virkilega gaman að fá því í spjalli. Ágætur drykkur, ég ætla að spyrja þetta næst fyrir. Geggjað. Þetta er náttúrulega háandlegur drykkur. Að lokum trúaður. Þú sér að ég þarf að hugsa mig um. Það er náttúrulega vísindamaðurinn og rökhyggjan stangast á við eitthvað ósýnilegan vin. Já, svarið er já. Og það er bara arfur frá föður mínum sem var trúmaður en móðir mín var ekki trúkona og ég stend nær honum en henni í þessu. Ég er eins og var ekki kirkjurækin, ég har marga góða vini sem eru prestar og ég virði mjög þeirra sjónarmið og ég tel að Jesús Kristur allra snjallasti stjórnmálamaður allra tíma. Það var rebell. Ég þekki enga stefnuskrár sem að tekur fjallaræðinu fram, sko. Og ég er allur á því bandi, sko. En ég hugsa samt ekki mikið um þetta. En svarið er já fyrir ekki að ég þurfti að hugsa mig um. Já, en við viljum aðskilja ríkis og kirkju, ekki rétt? Er það nýr þáttur? Þetta fjallum við vandlega í stjórnlagaráði. Og eina atriðið í skránni, þar sem almenningur kjósendur tóku fram fyrir hendurnar á okkur, var þetta ákvæði. Þegar niðurstaðan, ég skipti mér satt að segja ekkert af þeirri umræðu í stjórnlagaráði. Það var eina málið þar sem ég leiddi hjá mér og lifði. Það voru 2 prestar í ráðinu og það voru minnstakosti 2 sem voru allir á bandi siðmenntar og svo framvegis
og þannig að það voru öll flóra sjónarmiðana var þarna bara eins og úti í samfélaginu og ég hélt mig til hér. Niðurstaðan var svona mjög varlega orðað ákvæði sko svona einhvers konar drög að aðskilnaði og það var spurt þetta af því að Alþingi ákvað það sérstaklega í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012 og kjósendur samþykktu 5 af þessum 6 ákvæðum sem Alþingi spurði sérstaklega en ekki þetta. Þannig að kjósendur tóku fram fyrir Stjórnarráði sem var þeirra réttur að sjálfsögðu. Þannig að nýja stjórnarskráin kveður á óbreytta skipan á sambandi ríkis og kirkju. Já, en forsetakaflinn honum var breytt þannig að forseti var ekki verndar í þjóðkirkjunnar. Er það ekki rétt hjá mér? Nú man ég ekki það. Við erum að byrja á allt öðru þætti. Já, nú man ég ekki það allriði sérstaklega. Ég myndi þurfa að rifja það upp. Mér minni það, það var langt sinni lasta að það hefur verið rofin þessi tengsl við forseta. Ég skal ekki segja það það af en á. Nú bestu með minni til þess. En njóttu þín á Abbey Road með öllum popparunum. Ég þekki eflaust einhverja og beða að heilsa þeim. Já. Og takk fyrir að koma, alla leið í Grímsnesið. Takk fyrir að bjóða mér. Og ég ætla að fá að fylgjast með þið betur á Facebookinu. Ok, sömuleiðis. Takk fyrir að horfa, góðir áhorfendur og áheyrendur því að þetta er líka á Spotify, hljóðrásinn. Og ef þið viljið tuða í mér eða einhverjum öðrum þá sendið þið bara mail á mig á tyratýr.is og ég svara öllum þeim mailum sem er komið hingað til og mun halda því áfram. Takk fyrir að horfa og gleðilegt sumar.